Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisins stefnt félagi ljósmæðra vegna ólöglegra fjöldaupsagna. Samúð allra liggur með ljósmæðrunum og það er mikið réttlætismál að þær fái leiðréttingu á sínum kjörum. Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisins stefnt félagi ljósmæðra vegna ólöglegra fjöldaupsagna. Þær eru með mastersnám, þetta breyst samsetningin á náminu og það er að tala um viðurkenning á sinni menntun og leiðréttingu á sínum kjörum. Við sögðum félagsmönnum frá þeim ummælum sem að formaður samninganefndar ríkisins Gunnar Björnsson hafði þegar að hann var inntur eftir því hvort að þeir hefðu breytt skoðun á verðmætamati ljósmæðra, á verðmætamati á ljósmæðrum og hann sagði að samninganefndar ríkisins hefði ekki breytt skoðun síðan 1962. Og það er mikið sanngirni eins og réttlætismál eins og Guðfríður Lilja sagði áðan að þær fái leiðréttingu á sínum kjörum. Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisins stefnt félagi ljósmæðra vegna ólöglegra fjöldaupsagna. En það er engin spurning um að þessi deila verður leyst. Það er tilboð á borðinu frá ríkinu, mjög myndarlegt tilboð og ég efast ekkert að ljósmæður og viðsemjendur nái saman eftir helgina. Það er engin spurning um það að við höfum öll djúpa samúð með ljósmæðrum og þeirra kröfum. Fjölmenni safnaðist saman í miðborg Reykjavíkur í dag til að lýsa yfir stuðningi við ljósmæður. Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisins stefnt félagi ljósmæðra vegna ólöglegra fjöldaupsagna. En menn munu ná saman þetta, það er ágætt, fínt tilboð á borðinu og ég trúi ekki öðru en að ljósmæður og viðsemjendur nái saman eftir helgina, það er ekki spurning. Ja. 2 sólarhringa verkfall ljósmæðra, það annað á skömmum tíma hefst á miðnætti. Samningafundur ljósmæðra og samninganefndar ríkisins í dag reyndist árangurslaus. Næsti fundur hefur ekki verið boðaður fyrr en á föstudaginn. Fjármálaráðherra hefur fyrir hönd ríkisins stefnt félagi ljósmæðra vegna ólöglegra fjöldaupsagna. Það er mjög sérkennilegt að það er það eina sem hann hefur haft til málan að leggja í þessari kjaradeilu. Og hvað er hann stefningu fyrir? Hann stefnir Ljósmæðrafélagi Íslands fyrir uppsagnir ljósmæðra sem að taka gildi eftir 19 daga. Fjölmenni safnaðist saman í miðborg Reykjavíkur í dag til að lýsa yfir stuðningi við ljósmæður. Maður getur ekki dregið aðra ályktun en svo en að kjarabarátta og jafnréttisbarátta og kvennabarátta síðustu 50 árin sé unnin fyrir gíg. Vinnandi konur er ekki orð í Íslendingasögunum. Óútskýrður kynbundinn launamunur hjá félögum í stéttarfélagi almannaþjónustu mælist nú 17% og hefur aukist 3% milli ára. Launamunur kynjanna er vaxandi vandamál hjá hinu opinbera að mati formanns SFR. Það er ekki viðunandi að hefðbundin kvennastörf hjá hinu opinbera sem krefjast langrar menntunar og mikillar sérþekkingar séu metin til tuga þúsunda lægri launa en aðrar fagstéttir sem eru með sambærilega lengt menntunar að baki, svo ekki sé talað hefðbundnar karlastéttir sem virðast ætíð tróna á toppnum á launum.